Hver andskotinn hlaupið í við það núna? Hann nú ekki svona vanur að vera svona feskur á mótnana. Það best að setja eitthvað verk fyrir. Klukkan 06:34. Þetta var ekki Viðar. Hann hraut eins og gömul bátavél við hliðina á mér. Þetta var ein fjárans frjálsa landnámshennar. Hún hefur tróðið sér í gegn gluggann. Hún alveg frjáls núna við allt vera þetta amstuð til framtíðar. Það að kenna henni að vekja mikið aftur svona snemma. Klukkan 07:14. Djöfulsins ónæði hér alltaf á torfningi. Ég get ekki sofnað aftur. Toffi og Jófríður fann að hlaupa hér öll tún. Gargandi. Áttu róttustjóðunum að skurða. Óskapur þetta fólk prest á mótnana. Róttundar er svona ég þarf að jarðarstöðu það einu sinni. Mikið vildi óska þess að malbyggunastöðuna væri komin aftur. Það var þó bara umhverfismenn og henni. Ekki hljóðmenn. Klukkan 07:58. Þetta fullurinn. Ég get ekki sofnað aftur. Til viðbótar við görgin, Toffi og Jófríður Marvin fann að djöflast í frutan en tilnændi háa. Ég sverða að í kvöld tek ég eitthvað vöðvaslakandi með mér heim á sjúkrahúsið. Laumaði í vatnsbólið. Það verður kannski til þess að líf hérna liggur til verður til friðs á mótnana fram í sólarupplast. Klukkan 08:13. Ég sé að það þarf ekki að gefa Viðari neitt vöðvaslakandi. Maðurinn hlýtur eins og gömul pekkingsvél með bilaða slífar. Svo leikur eitthvað brosum varir hans í svefnholinu. Hann örugglega ekki dreymandi. Hann alltaf ánægður á svipinn. Örugglega dreyma trilluna. Það best að sparka honum fram. Klukkan 09:13. Viðar tók því ekki vel að vakna svona eftir. Ég hefði kannski gett að sparka í bókstaflega í merkningu. Hann svo styggt trippinn núna. Var sig. Þess ég reyna að spekja. Ég skrifa handan lítinn verkefnalista til að gleðja hann í morgun og satt. Klukkan 10:58. Ekki var þessi verkefnalisti til að lægja öldu. Viðar misti það alveg þegar hann sá hann. Segir að sér endist hvorki aldun í heilsa til að gera það. Ég skil ekki það mann alltaf. Ég var nú ekkert að ráðstafa næsta ári hjá hann. Ég hafði nú hugsanlega að framkvæmda þessi smáverk í dag. Undir styrkri stjórn minni. Klukkan 12:37. Sendi Viðar í búðina á hann. Fekk Ragga á gröfunni til að rífa hluta fjósuna með hann. Til að spara Viðar í verkin, sér. Gat nú ekki fundi fyrir henni þakklæti hans hálfi þegar hann meira okkur. Ef þú hættir ekki, þá slægir þið. Hann mjög vanskiltur. Hluti af útgerðinu var eins geymdur í þessum hluta fjósum. Milljóna tjón hann að tölum. Ég hef nú ekki nokkra trú á því. Það nú ekki eins og hann og Malli hafa verið að gera fristitugar, sko. Nokkrir önglar og ginn í mesta lagi. Klukkan 13:49. Búinn að róa eldurnar. Þvoði Viðar hárið í eldhúsvaskinu. Það slær á mestu tilfinningasveifluna á lífi. Búinn að setja honum fyrir að byggja eitt stykki gripahús á rústum gamla fjóssins. Ég ætla skrætti veit frá það. Klukkan 15:11. Ég fæ mína bestu hugmyndir á baki.
Ég breytti aðeins hönnun og nýja gripahúsinu. Setti Viðarinn í málið þegar ég kom heim. Hann tók því nú ekki sérstaklega vel. Ég ætla að skreppa aðeins núna og sinna ýmsum málum. Klukkan 16:23. Þvílík snilld! Ég fekk nýja hugmynd á hönnunum og gripahúsinu. Viðar þarf að rífa hluta því sem hann er búinn að byggja. Ekkert voða mikið sko. Hann tók því bara vel. Hann segir allavega ekki orð. Hann samt eitthvað fölur. Svo gnýstir hann líka tönnum. Ætla að sé með tannpínu. Ég ætla að fara í súpa núna. Klukkan 18:52. Það er meira ástandi á þessu heimili. Ég kom heim aftur, sá þá, ég var alls ekki að hugsa hönnun og nýja gripahúsinu rétt. Það þarf að snúast öllu við. Ég sagði Viðari það. Ég hefði líka átt að bíða fram um kvöldmat. Hann sleppti sér alveg. Ég ætla að gefa honum allt vöðvaslagandi stöffi sem það gera. Hann sefur núna. Sem betur fyrir. Ég veist að það iðnaðarmanni verð. Það er best að hringja í Guðbjart. Hann ekkert að mikla það fyrir sér að maður skipti hest í miðri á. Hann nú að meistaragráðu hinn. Og hér endar fyrsta dagbók Kvenkynsbóndaginn á Ásfjarðarsveit.